Já, Gunnar, það er 2-2 niðurstaða í stórskemmtilegum fótboltaleik. Hvernig var svona bara tilfinning eftir leik? Svekktur. Ég hefði nú viljað taka 3 stigin hérna, ég sé alveg sér. Mér fannst svona seinni hálfleikur vera algjör leikn okkar. Þeir fá náttúrulega þetta mark hérna í seinni hálfleik í bolti fyrir gegnum múrinn eða eitthvað, eða menn hoppa á hátt eða eitthvað, ég veit það ekki, en við vitum það að Kári er góður spinnumaður og þannig að ég veit ekki alveg hvað gerist þar. En annars í svona open play hérna þá var ekkert að frétta nema alveg í lokin hérna þegar þeir sluppu hérna, eða einn og einn hérna í lokin, hann sem Gróning gerir vel hérna og Aron Ver hérna frá einum manni, en það var náttúrulega bara eftir það þegar við vorum að reyna að ná í þetta jöfnumar sem við náum síðan sinna og hérna, en annars kom bara ekkert hérna frá þeim í sinnháleik og mér fannst við gjörsamlega verið með tökinn á þessu hérna og höfum klárlega átt að kannski ná í 1-2 viðbóðum, það finnst mér, en þeir gáðu gjörsamlega allt í þetta og við spilum virkilega vel á móti frábæru Þróttaraliði hérna við frábærar aðstæður og þetta var bara eins og ég segi, ég held að allir hafa verið, eða margir hafa bíðið eftir þessu leik og þau vita að það eru 2 liðin sem vilja spila fótbolta og bara 2 lið sem eru með flotta fótboltamenn og hérna, og ég held að nú að þau nú fengi bara fullt fyrir peningi sína, við séum alveg svo er. Þú talar svona seinni hálfleikinn en fyrri hálfleikinn hann var nú svo sem ekkert síðri og svona kannski má að eitthvað leyti segja að Þróttarar komist yfir í rauninni gegn gangi leiksins og svona kannski það var svolítið kjaftsök. Já, auðvitað, ég menn á 3. mínútu en þá eigum við góða sóknina sem að Freysi skýtur markið sem markmaður ver og bolti ver út og þá Dominik skot í slána og fer síðan út, þannig að ef við höfum skorað þar þá ætlaði það verið þægilegra en mér fannst við aldrei bogna, við vorum gjörsamlega ónýtt allan tíman og þetta tekur á að spila svona fótbolta eins og við gerum og maður sá alveg að mínum menn voru þreyttir í lokin en þeir gáfu gjörsamlega allt í þetta og spilið hjá okkur var bara betra og betra með mínútunum fannst mér inn í leikinn en jú það er rétt sem þú segir, ég menna fyrri hálfleikur var líka bara stór skemmtilegur og hérna það var svona einhvern veginn báða hérna voru færi og einhverja hérna vera svona þreif almennilega fyrir og eins og segir þetta er bara svona auðvitað fullt að við vorum ekki að tapa en mér finnst svona eins og við höfum mistað eitthvað skilur og hérna en kannski bara það út í því okkur langar svo mikið að vinna hérna og okkur fannst það að við vorum ofan að mest allan leikinn sko og hérna og þess vegna er þetta kannski svolítið súrt núna. Þetta er núna eitthvað 4 jafntefli í sumar, hvernig svona, hvað þurfum við að gera til að breyta þessum jafnteflum í sigra? Já, bara halda áfram basically sko, ég meina við erum að skapa okkur færi alveg sama hvort sem undir eða yfir eða hvað það er, við höldum alltaf áfram og það er bara spurningi þá kannski setja bara fleiri mörk á þessum mómenti sem við erum að fá og auðvitað, ég veit það alveg að mörk breyta leikjum eins og segi, þeir komast einhvern veginn inn í eina leik aftur í seinna með þessu marki sko, var ekkert ógna neitt, var ekkert svo sem að gera sko, þannig en ég er ógeðslega ánægður með karakterliðinu að brotna ekki við það eða bogna, við heldum bara áfram og við höfum fulla trú á því að við myndum ná allan jafn þetta og helst vinna þetta og við gáum allt í þetta en til miður það vantar kannski nokkra mínútur viðbútt til þess að geta klárað þetta með sigurmarki. Svo svona, já, kannski undir restina af leiknum þá svona einhvern veginn fannst maður leikur svo fara svolítið í smá rugl og svona tæklingar fengi að fljúga og svona það var svona dæmt bara eftir hendisemi, hvernig var svona að vera á hliðinni bara svona, reynir bara vissi ekkert hvað var að gerast nánast inn á vellinum? Nei, þú veist, þetta leystist upp bara eitthvað kjaftaðina fannst mér fannst þeir vera mjög fljótir að detta niður og reyna að fiska menn út af hann í öllum mómentum alveg sama hvar þetta var á vellinum og ótrúlega soft einhvern veginn þetta lið og hérna það var enginn sem svona stóð og tók þetta á sig og svo einhvern veginn hallaði þetta í hinn áttina líka einhvern veginn að seinna og þetta var einhvern veginn eitthvað svona út allt en eins og segi, mér fannst við allan ekki falla í þessa gryfju og að missa hausinn of mikið, auðvitað er þetta þreytt og pirrandi þegar menn er að detta niður hérna við að minnsta touchið og svoleiðis sko, fá náttúrulega dæmt á það, eða fá brota á það sko. Það er ógeðslega þreytt en mér fannst samt ekki að við einhvern veginn hætta, við heldum bara áfram og heldum bara fókus og það er náttúrulega frábær styrkleikamerki að ekki falla í einhver svona gryfju og missa hausinn í einhver rugli. Svona aðeins eftir leik þá var eitthvað smá fjaðrafók og svona einhverja stimpingar á leiðinni inn í klefa, hvað getur þú sagt okkur hvað var í gangi þar? Já, bara leiðilegt atvik, þú veist, við erum að 2 góð lið búin að spila hörku fótbolta og allir einhvern veginn sáu það að bæði lið voru að gefa allt í þetta og svo myndast einhver svona, þegar við erum bara leiðinni niður í klefa hennar, þá er einhverjir aðilar hennar sem að, þú veist, segja bara mjög heimska hluti við hérna leikmann minn sem er með öðru sem húliti þeir og það bara myndast
myndast eitthvað kaos út af því náttúrulega, þar sem að mínir menn náttúrulega heyrðu þetta margir og þeir eru alls ekki sáttir með það að segja einhver svona hluti á Íslandi finnst mér og hérna á þessu stað hérna hjá Þrótti og hérna og auðvitað fóru þeir náttúrulega bara reyna að aðstoða hann í þessu og hérna og reyna bara að koma einhvern ró á þetta á bara ekki að gerast í fótboltavelli, hvort það sé á Íslandi einhvers annars þar, það fyrir mér. Er þetta eitthvað sem þið tilkynntu dómara eða letu ykkur vita? Var þetta upp á skýrslu eftir leik? Já, þeir náttúrulega bara gera skýrslu hérna og það bara verður bara hérna að reyna að klára þetta bara eins og vel og hægt út af því að þetta á að geta sjást á fótboltavelli. Takk fyrir.